Já, þið að hlusta á FM 95 Blue og þetta hljómsveitin Coldplay með lagið Paradise. Sérstætt óskalag fyrir Hjörvar Hafliðason sem settur inn í setti. Hann mikill Coldplay maður. Ertu velkomin Hjöppi K. Takk fyrir það. Þetta ekki góður? Já, ég rosalega góður. Þú ert væntanlega í jafnmiklu jólaskapu og var síðasta fimmtudag. Já. Enda dregur nær jólum. Já, það nefnilega fyrsti des sem að þetta svona dagur sem ætti að vera frídagur á Íslandi. Já, ég sammála því. Hérna skandalla því að þetta ógeðslega pirrandi. Það engin frídagur frá sem sagt vesturumhelginni og svo fram að jólum. Já, það málið? Þarf að brjóta þetta upp sko. Já, ég sammála því. Það enda sko, það líka verða svolítið jólalegt. Já, nákvæmlega. Það hérna allt í snjó og kalt. Já. Það betra að hafa bara skítkallt í staðið fyrir rók og rigningu sko. Finnst þið það? Já, ekki. Ég vil eiginlega frekar sko, það sem að fyrir mest í taugunum er hálkan og slappið sko. Já. Mér finnst það svo pirrandi. Það er jeppamaður, þannig að ég fíla þetta sko. Já, þú ert náttúrulega í 4x4 klúbbnum. Hvað er að frétta eitthvað strákurinn í 4x4 klúbbnum? Gott, náttúrulega bara einhverja jöklaferðir framundan og svona Gallabaks dæmi eitthvað. Hvenær er næsta jöklaferð hjá ykkur strákunum? Herri, við verðum núna milli jól og nýjárs ætlum við að taka hérna sem sagt fjallalagsleið niðri. Herri, svo er eitt með þig. Þú ert reyndar ekki á sko, þetta kallast nú alltaf jeppi svo þetta er ekki jeppi hér. Jú, þetta er skráðu jeppi, ég þarf að borga fyrir hann jeppagjald þegar ég fer alveg trífan og svona, þannig að þetta er jeppi. Já, ok. Getur ekki haldið öðru fram. Já, ok, ég skal ekkert gera það. En hvað sagðirðu? Nei, ég var að segja með þig að ég var að kvart yfir því á Facebook á hann. Nú heyri ég reyndar ekkert í sjálfum mér hérna í headphone-unum, þú ert líka ömurlegur tæknimaður. Já, það er verið að græja það. Já, en heyrist alveg örugglega í mér það? Já, pottet, ég heyri þér hérna. En ég var að kvart yfir því sko að þú svarar ekki mailum. Já. Það er náttúrulega eitthvað sem þú ert að fara að Ísjöpum brækuðan. Áhverju getur ekki áhverju svona lélur á tölvur? Ég er ekki lélur á tölvur sko, ég náttúrulega fæ líka tölvupóstinn í síma minn. Já, en áhverju getur ekki bara svarað eða forvartað eða gert það? Ég geri það nú oftast sko. Ég get svo svarað, ég skal svara þessu, en þú ert komið þú ert ekki að senda mig tölvupóst. Nei, ég veit það, þetta er bara svona eðlileg samskipti á fullorðnum mönnum í dag er þannig að það er sendið tölvupóst frá og tilbaka. Já, ég veit það, ég skal taka mig á þessu máli. Það er hérna spikfeitur þáttur hjá okkur Hjöppa í dag. Við fáum Helga Björns hérna í spjall á eftir. Hann verður mættur hérna eftir 20 mínútur og það er eiginlega sko Helgi Björns, Björgvin Halldórs og Bubbi Mortens. Er þetta ekki kóngarnir á Íslandi? Og ég. Já, og þú. Hvernig gæti glemt þér? Jó, þetta er svona legendin einhvern veginn. Helgi Björns er allavega ríkala nettur nákið. Þekkir hann eitthvað? Nei, ekki neitt. Þetta er algjör snillingu sko. Okay. Þetta er alveg rockari. Við ætlum að spjalla við hann hérna eftir. Svo kemur líka Þórunn Antonía í heimsókn. Hún er að spila á eldhúspartí í kvöld og við ætlum að gefa nokkra miða á það partí. Alltaf gaman að hendi gott eldhúspartí. Og svo erum við með Brjálbreki. Ég ætla að ringi hann á eftir. Ok, það er snillingur. Já, það er snillingur. Hann er hættur á Facebook og eitthvað. Ég ætla aðeins að spyrja hann út í það. Ok. Og svo erum við líka með Hemma Gunn viðtalið. Okay. Það sem við ringdum Frikadór. Svo ætla ég að taka smá viðtal við þig. Alltaf þú? Já. Nú? Svona svona málefni líðandi stundar. Ok. Viðtal við mig. Eitthvað svona trúnódæmi eða? Já, nei, ekki trúnó. Þú kemur inn sem sérfræðingur. Ímyndaður og sért ekki stjórnarhætturum og sért að koma nýr ferskur inn í þinn. Ok, en fæ ég að vita hvað máli snýst eða? Nei, ég ræða við eftir. Herðu, ok, þá fáum við, fyrsta lag dagsins. 957. Og það er, ok, þetta er fínt lag. Hvernig fílar þennan í höfði? Bruno Mars. Mjög illa. Já, kannski ekki, þú veist, það er búið að byggja okkur að þægra sannleikan þegar við ræðum tónlistamenn hérna. Skemmtilegur strákur, Bruno Mars með lagið It Will Rain. Gjössalega með þetta. Já, það er gjössalega með þetta. Herðu, það er alveg, þú veist, það er bara að vinna í útvarpið. Þá fæ maður að senda svona, þeir kalla þetta útvarpsprepp. Og þá fæ maður að senda svona, þú veist, það sem að yfir að ræða mest í útvarpið með öll Bandaríkinu eitthvað svona. Og ég var að fá send núna að, sem sagt, hvað fólk stressast mest yfir jólin. Ok. Og það er hérna í fyrsta sæti, 68% segja að það sem að fyrir mest í taugarnar jólin eru langar línur og, lines, hérna langar raðir og bara svona mannfjöldi, þá erum við að tala um að versla. Aha, bara stressa mikið neitt sko. Nei, í öðru sæti var gaining weight með 37%. Það fitna sem sagt. Já, stressa það þig? Ok, nei, ekki þannig. Kannski einhvað sem ætti að stressa þig? Nei, alls ekki, en þig? Nei, ég er góð. Herðu, svo með 35% er að lenda í skuldum, þess að verða skuldvafinn eftir hátíðarnar. Er það eitthvað sem að stressa það? Ég ætla að, í stæðan fyrir að lesa allt hérna, þá vil ég frekar bara spyrja þig Hjörvar, hvað er það með jólinn sem að, er eitthvað sem stressar þig? Nei, ég stressa mig ekki að vera eitthvað feitari sko, þá bara fer maður í rættina og tekur af sér. Já, maður álíka að leifa sér jólina aðeins að... Já, ég minna, þetta er nokkur dag eins og núna, þetta var þú veist, ég ekki að reyna að vera leiðilegur, en þetta var að skýta jóli á sko. Nú? Sko,
Þetta náttúrulega á sko laugardegi. Já, þú meina svona frílega sér. Já, fyrir okkur venjulegu mennina, sko. Þannig að maður, þú veist, þetta verður bara venjuleg helgi. Ég náttúrulega svín allar helgar, þannig að ég sé ekki alveg, sko, eitthvað að ég þurfa að kvíða fyrir því. Það gerir mig stressaðan á jólinn. Ég held að sé svona, oft verið þessi gjöf kannski handa, ef maður handa þessari einu sérstöku. Já, það hafa oft kannski verið eina sem er gert maður stressaðan. Já, ég reyndar. Svona pirrað mann, sko. Ég reyndar að vera vikinn að það er svona oftast verið léttasta gjöfin. Það er að gefa, sem sagt, betri helmingnum eitthvað sniðuð, sko. Það er að þú ert ekkert frumlegur. Jú, þetta er fyrir, en það er bara svo margt sem kemur til greina, þú veist. Stelpur elska skó, stelpur elska skartgripi. Það er svo margt sem að stelpur fíla. Nú ertu að alhæfa og ég þoli ekki þegar menn eins og þú er að alhæfa eitthvað konur. Ég er ekki að alhæfa. Jú, þú veist, það elskar ekki alla konur skó. Nei, ég er að segja það er mjög algengt. Ég get lofaði því, ef ég myndi opna fyrir línuna og spurja bara kvenmenn að hringja inn og myndi segja, herðu, elskar að fá nýja skó, ég myndi fá 10 af 10, ég get lofaði. Já, ok. Þannig að mér finnst það aldrei neitt svona vesen. Já, ég er svona, gerir þetta öðru sem þú. Ég er með mikið að litlum gjöfum og svona fullt af hlutum. Já, ok, en svo er þetta mjög sniðutur og með makaðinum að búa bara til gjafir handa hvort öðru. Sveppi sagði með það, Sveppi og Íris, þau tók einn jólinn og bara gerðu þess að smíðu bara byggu til gjafir handa hvort öðru og þá finnst þú að kosi. Það er enda svolítið smá fyndið, sko, ég veit ekki henni það, en náttúrulega þeir sem eiga börn, náttúrulega gefa oft börnunum sínum fyrir eitthvað 20.000 og fá síðan í staðinn bara eitthvað krafs á miða, sko, eiga að setja sig við það. Já, eitthvað sem að krakkinn er búin að gera í leikskóla bara. Það er óþolandi. Það er ekki þetta að skila því. Nei, ekki bara í leikskólan. Já, hvað skila því, Dóttir, sko. Nei, þú getur farið í leikskólan og sagði þeirra, hver fjandinn er í gangi þetta með krakkan, hann gaf mig þetta í jólagjöf. Ég er ekki að borga en að helling í hérna leikskóla og... það er endar góða punktur. Nei, það er eiginlega ekkert sem gerir mig eitthvað fáránlega stressandi. Ég eld ekki matinn, Nei, það er sama hér, sko. Mér er ekki eins og þið treyst fyrir að hræra í sósum. Ég mæti bara þarna korter í 6 og fyrir ískapin og opna kannski hver sponsor á þáttinn? Bara einn bjór. Já, það er ekkert sponsor. Og færði bara smá lekjuról. Já, og svo bara mæta jólinn. Þetta er ekki flókið. Já, ég er endar, þú þekkir mig nú, ég er mikið jólabarn, sko. Þannig að ég dyrka spila á svona jólinn með fjölskyldunni. Já, veist það ekki sérstætt. Nei, en það er... Ekki nema að það væri fíasko. Ég myndi dyrka að það væri til fíasko á heimilinu mínu. Já, en okkur gefur það ekki bara foreldrinu þínu fíasko í jólagjöf? Já, það er reyndar ágætt, en ég held að þau myndi aldrei neina að spila það, sko, því að þetta er geggjað spil, sko, og þau eru ekki típum til að spila þetta. Er engin, þetta er ekki heldur svona á agliðan þetta, er engin svona spilamenning í fjölskyldunni? Þetta er svolítið með eitthvað svona gæja utan á landi, það er þetta svolítið, af því að það var ekki þetta að gera neitt annað en að hitta að spila, og ég gerði þetta einnig að verðbréfaspili var í gangi. Hvað gerir fjölskyldin? Farið í keilumjólinu? Nei, bara það er hægt að gera einmitt þetta annað. Það er náttúrulega, við kunnum að lesa, þannig að við lesum bækur mikið. Já, það er náttúrulega ekki þetta ólæsi hjá mér. Fjölskyldan mín kann alveg að lesa, þó svo ég lesi ekki mikið sjálfur, þá er mamma og Maja og svona. Það er ekkert að gera mig stressan um jól. Ég skal trúa ég fyrir fólki sem þarf að baka helling. Ég er búin að, eins og ég kláraði yfir til nóvember, ég er búin að hnóða einhverju 2-3 sortir núna og það á bara eftir að setja þetta í ofni. Já, þú ert með þetta allt tilbúið í frystirum. Búin að taka til og... Þannig að þetta er alltaf hreinu. Já, ég fíla það. Herðu, það er næsta lag. Þetta finnst mér reyndar hrikalega flott lag. Þetta er Linkin Park með lagið Rolling in the Deep, Adele smellin. Okay. Linkin Park hérna á FM 957, útarhaust á FM 95 Hjöpa ákvarðat núna og ég er hérna með manni í viðtali og það er engin annar en Auðun Blöndal, fjölmiðlamaður. Nú, kannski frétt vikunar hefur verið, þessi umtalaði skilnaður Gretar Rapp Steinssonar og Manúel Ósk Harðardóttur og þú fórst þarna á sínum tíma og gerðir frægan þáttum þau tvö. Já, passar og skömmu eftir að þú mætir það út, þá var þetta búið spil og hvað segir þú svona sem sérfræðingur þjóðarinnar í ástarmálum og öðru? Hver var þín... Ætlar að kenna mér þetta? Ég ætla ekki að kenna þér þetta, en hver var svona þín tilfinning með þú varst þarna úti? Var allt í ljómandi góðu?
Já, þetta náttúrulega, þú veist, viðkvæmt mál fyrir þau bæði og leiðilegt að svona gerist, vissulega, en þetta gerist stundum bara í ástamálum í fólki, ég þekki þetta sjálfur bara, foreldrar mínir og fleiri sem að skilja, ég er skilnaða barn og það er ekki gaman að gangi í gegnum svona og það eru börn í spiluna, við þurfum að fara að varlega hérna, en þegar ég er úti hjá þeim og þá eru þau gríðalega ástangin, það er bara hannig og héldust í hendur og kistust öllum stundum og léku sér saman í spilakössum og svona og virtist bara allt í blómanum sko. Já, algjörlega og þetta mál hefur nú svona ef við förum og vitastílum þá er þetta svona mest umtalað málið svona held ég á Íslandi og búið að vera einhverjar yfirlýsingar fram og tilbaka. Já, náttúrulega kom í dag yfirlýsing frá Manuelu og kærasta hennar í fyrsta sinn, þetta var búið að vera svolítið svona ég er skítkast á hana, bæði á netinu og annars þar og veist, út af fyrrum fréttum að hún væri bara að fá 3 milljónir á mánuð og eitthvað svona, en þau fengur nú að svara eins fyrir sig í dag sem er ágætt, það er náttúrulega 2 hliðar á öllum málum eins og þú þekkir Hjörvar. Já, algjörlega og það er nefnilega málið sko, þetta er náttúrulega hundlegilegt fyrir bæði sko og svo náttúrulega annað sko, þetta er náttúrulega ekki fyndilegar sko komin börn í spilið, tveir krakkar það er ekkert, það er náttúrulega búið að vera mikið búið að tala um þetta og fjalla um þetta. Já. Og þetta er svona, hefur farið svona óverður topp í umfjölluninni. Já, ég hringdi nú í Grétar í dag síðast, ég heyrði honum á hann og þar sem ég spurði hann hvort að hann, ég sagði honum að þú var einmitt að koma, knattspyrnusérfræðingurinn, Hjörvar Hafliðason hvort að hann væri til í spjalli við okkur, félagana og hann bað mig um að gefa sér 10 daga. Ég skil það bara mjög vel. Ég sagðist virða það við hann. Já, ég meina þetta er hérna svona mikið á milli tannar á fólki og leiðilegt þegar að, þú veist ég skil ekki, þú getur ekki haldið með einhverjum í svona málum það er of kjánalegt og ég held líka sko margir verið átt að segja því að þeir eru væntanlega nóg með sér sjálfa sko á þess að skipta sér að mála um annara. Já, ég nákvæmlega, ég er alveg sammálað því, en það er endar eitt sem að mér langar endar að spyrja Grétar því ég spurði hann náttúrulega í þættinum úti, hann var með risa mynd af henni á handleggnum á sér, risa tattoo. Ég spyr hann í þættunum hvað gerist ef þið hætti nú saman og þá hló hann og sagði þetta er ekkert að fara að hætta kallið minn. Ég meina, en er það ekki orðið þannig að svona þessir tattoo-sérfræðingar getur ekki sett eitthvað yfir þetta? Jú, hann setur eitthvað flipnef á hana og gleru og þá er þetta bara svona eins og, þú veist, bleiki partusinni eða eitthvað. Það er ekki alltaf að setja svona risa augabrúnir á hana eða eitthvað. Já, ég meina, þú veist, það eru margir sem hafa sett nöfn á kærustunum sínum og svo kannski hefur það ekki alveg rúlað eins vel að þeir héldu. Já, ég meina, það var einn stelpa sem var með Aron á sér, veit ég, og hún breytti því var-on. Það var ekki lengur on hjá þeim skutu hjón. Það er mjög gott, sko, en hérna... Já, hann hlýtur að geta breytt þessi eitthvað flip. Það er búið að vera svona mikil umræða þetta hérna að undanförnum, allan að sérstaklega síðustu 2 daga. Já. Og þar kom hérna núverandi kæristi hennar fram og var ekki sáttur sem er eðlilegt og veltvæntalega alltaf að reyna svona verja. Já, ég verði náttúrulega líka að vera sammála honum með eitt að sko kommentakerfið á DFF er náttúrulega eitt sko það bara svona þar finnur við bara fólk sem er illt í hjartan við eitthvað. Það verður stundum vanta eitthvað í að reyndar kemur poppa Bubbi Mortens upp svona inn á milli sem er alveg ótrúlegt. Ég hef ekki séð þetta. Nei, en það er einhvern veginn lætur fólk ofta bara verstu hugsanir sínar í ljós og er alveg ótrúlegt að svona skuli vera bara leyft á Íslandi, svona kommentakerfið. En það sem að mér var svona skemmtilegt við þetta var að ég hefði aldrei hitt séð fullorðinn Íslending sem heitir Gabriel. Það er alltaf svona lítil börn sem heitir annarkvort Gabriel eða Tristan. Já. En þarna hétt svona fullorðinn maður, Gabriel. Já. Það var svolítið skemmtilegt. Þetta er nefnilega... Ég hef oft haldið á litlum börnum sem heitir Gabriel eða Tristan eða eitthvað svona sko. Já. Sem unga mæður hafa átt. Já, en þetta jafn krútlegt þegar hann orðinn fullorðinn? Nei, þetta er kannski ekki alveg jafn krútlegt þegar þetta var svona reiður maður sem heitir Gabriel. Því þetta hafi yfirleitt verið alveg skælbrósandi börn með stóra augu. Það var ekki alveg sami sjarminn yfir sig að þetta var fullorðinn. Fullorðinn reiður Gabriel? Ég meina, eða ímyndaður eitthvað reiðan Tristan. Maður er búin að vera að leika svona... Já, ég veit, þetta er svona barnalöfn, ég er samfélag. Já, ég er að segja það, en það er vonandi að þessu linni og fólk fær nú að slaka á að hætta... Já, við vonum þetta, fara allt vel. Góða fólki að vera í friði. Já, það eru 4 mínútur í Helga Björns því að DJ-in er Helgi Þokk Björns og svo er líka hún Þórunn Antoníu á leiðin til okkar eftir og talandi Þórunni Antoníu þá er hún í eldhúspartí F957 í kvöld og er komin hérna á fóninn.
Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Sony Ericsson Xperia Ray er á jólatilboði hjá Símanum. Og þú farð brakið eftir Yrsu, inneign og mánaðar áskrift að tónlist.is með í jólapakkan frá Símanum. Snjall jólapakki frá Símanum. Hlustendur aðtíð, það er jól einu sinni ári. Nýju Ronaldo takkaskotni frá Nike koma í hús klukkan 6 í dag, takmarkað magn, opið til klukkan 9 í kvöld, Jói Útherji, Ármúla, jóiútherji.is. FM 95 Blö er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Hlusta á FM 95 Blö á þessum 5. degi, það er 1. desember og það er komin, kóngur í stúdíói, þetta er Helgi Björns, verður velkomin. Blessaður. Hvað segir meistarinn? Já, sælir strákar, ég segi gott bara. Ekki? Já, hann er Bjallan, þetta er endar í morgunþættinum, við hjálpurum minna með þetta. Ef þú fer með eitthvað fleipur, þú veist, þá kemur það sín. Það er líka mjög algengt í svona morgunþáttum að ef einhver ítur á bjölluna, þá springa allir á hlátri. Það er alltaf eitthvað svo, það er svo mikið í gangi hérna, já, hann ítur á bjölluna. Herðu, það er nóg með að vera hjá þér, eins og alltaf. Já, alveg bara allt brjálega, ég snýst í hringi, ég er bara, þú veist, veit ekki hvað ég heiti lengur. Nei, það er SSO, ég er náttúrulega svo mikill aðnæð, þú kannski, ég var kólvitlaus á öllum sveitaböllum. Ég man eftir því. Já. Þú varst alltaf á bakvið líka eitthvað, þú veist, komin hann inn í kjallara og eitthvað, þú veist. Ég var snillingur í að tróða hann. Já, með einhverja stelpur alltaf. Ef að fara eitthvað út í það? Já, minna. Ég hef einu sinni komast upp á sviði hérna á balli og þá voru Súlnasalnum á Hótel Sögu 98, þá voru þið að spila Ása TMK. Já, ég man eftir því. Hvað var lag var það sem að bara... Ég verði að fá að skjóta þig. Já, hérna, Nei. Það var hérna... Toppur að verði þig. Já, förmannari, já, verður þú sjálfur, já. Það fólk trompar svolítið við það. Það trompar svolítið við það. Það fer alla leið bara, þú veist, lætur sig hafa. En hvernig eru jólinu og Helga Björns? Meinaru bara svona jólaháttíðin alveg? Já, verður á Íslandi eða ert í Berlín? Já, nei, heima bara, ég er sko, ég er alveg stökk hérna núna, ég er að æfa sem sagt upp í Borgarleikhúsi, þannig að nú er maður bara alveg hérna. Hvað er svona töffar eins og þú er búið í Berlín? Þetta er einhver hippa borg? Nei, þetta er alveg kúlið þarna, sko. Já, þetta er svolítið svona hippa. Þú hefur komið þarna? Já, ég komið þarna. Já, og hvar varst þú? Ég var þarna bara í... Bara á McDonald's og Já, eitthvað? McDonald's og bara... Komur í gleðust það? Það er ekkert að gerast þar. Það er ekkert... En sko, ef þú ferð á hérna Kit Kat klubbinn, bera á hann, kemst ekki inn á þessi. Bera, það er alvöru klubbu hérna. Þú ferð ekkert inn á bólnum hérna. Það er dresskótt sem ég var til í. Allir ber róan. Líka stelpun það, er þetta strákaklubur eitthvað? Þetta er nú aðra strákar hann. Já, ok. Það er ekkert skrítið að Hjöppi, þú ert ekkert á þeim stað, Kit Katinu. Jú, í útlöndum. Já, það er til lagi. Já, Bjallan. Það er grafík í kvöld. Grafík er í kvöld í Austurbæi, fyrir með sína nýja heimildamynd og haldum tónleika eftir með okkar bestu lögum. Og það hérna, er langt, þið hefur ekkert verið að spila mikið upp á síkastæðið? Nei, við hefum náttúrulega ekkert spilað, sko, hljómsveitin hætti þarna 88. Já. Og ég var reyndar hættur 86, Andrea kom og gerði eina plötu með hljómsveitinni, 87 og svo spilaði hún eitthvað til 88 og hérna áramótin held ég að hún hafi hætt. Og þá lagðist hún niður bara og hún kom ekki saman aftur fyrir en í rauninni sko 2004, þá settum við upp tónleika í tilefni að vera 20 ár síðan Getið þið ekki séns kom út með hérna sem var með lögunum hérna Rigningin góð og 1016 og það var sem sagt 2004, þá kom bandið saman og þá ákvað að gera heimildamynd og þetta var eiginlega að hérna frumkvæði Rapp Sjónssonar, trommara
og hann var langt leiddur þá af MND sjúkdómum sem að hrjáði hann síðust árin og lést bara skömmu síðar og þetta breytist heila bara í minningatónleika Rabba sem var mjög spes og þá byrjaði að taka upp fyrir þessa heimildamynd og síðan sko var okkur að takast í rauninni að klára hann núna. Við komum saman á menningarnótt í fyrra og síðan aldrei fór í suður núna í páskana fyrir vestan og Ísafirði og þannig að við þurfum bara að safna aðeins efni líka frá svona síðustu árunum. Þekkir þú mörg lög með grafík því við erum svo ungir? Já, það er mér finnst rigningin góð, kemur upp alveg þaðan sko. Þú veit, maður bilaðist á böllum þegar þú fer alltaf hraðar og hraðar. Mér finnst rigningin góð, þá var Jón Kós veittur. Þú manst eftir 1000? Já, þú manst eftir himnalegir. Það allt í himnalegir, já. Manst eftir 16? 16 og þú skalt sjá. Já, sérðu þetta. Manst eftir Charmi, elegans, stíl, vitturkans, lifað og leikir. Egið þið? Ok, maður setur þetta hér. Vídeó. Manst eftir því? Nú byrjar að búa til eitthvað. Vídeó. Þetta hvað, þú veist, varst ekki að teipa þetta? Það hætti að búa til auglýsingur. Já, þetta var bara auglýsingi fyrir tónleikan í kvöld. Ég er að segja það. Manst ekki þessu? Þú veist ekki, ég fílaði betur sem leikara sko. Hefur þú nokkuð séð mig leika? Jú, ég séð leika, ég hef sjáð náttúrulega Sódóma Reykjavík, það er enginn út á ævinni sem ég séð oftar. Já, nei, það er rétt, já. Það var rétt. Ég sáði líka einhverjar bátamynd, hvað mynd á það áttur? Já, það var mynd sem við gerum á Arnarstapa, sjónvarsmynd. En ætli þessi ekki sameiginlegt með öllum sem eru á okkar jafnaldrar að Sódóma Reykjavík séu uppáhaldsmyndið þeirra? Já, svona kvöldbíómyndin sko. Jú, það er náttúrulega kvöldmynd sko. Það er kvöldmynd. Það er eiginlega bara fer enginn í gegnum puberty, fer enginn í gegnum unglingsár á þess að sjá þessa mynd. Mér finnst það mjög merkilegt og það er alltaf sko, ég sé það alltaf á sko þegar maður mæti krökku kannski fyrir einhver skóla og svona og þú veist, ef það labba framhjá og segir ekki Móli, þú veist, þá er það sagt ekki búið að fá eistu niður sko. Ok, það er ennþá verið að kvóta því í Sódóma? Já, bara Móli. Það er bara 14-15 ára, þá ertu Sigurjón Kjartansson var líka ferskur í þeirri mynd. Já. Hann veist ekki hvað Sódóma er. Já, hann veit ekki hvað Sódóma er. Ansi margir góðir sko. Já, en hvað má ég spyrja, þú ert með annan fótinn alltaf í Berlín, ertu með íbúð bara á fjölskyldu hérna? Ég er með aðra fjölskyldu. Já, þú ert með einu út í Berlín. Já, ég er með íbúð og svo er ég með fjölskyldu á kantinum. Já, ok, það sem ég er að reyna að koma í umræðinu eða hvort þú eigi konu. Býtu, þú voru að klikka á þessu eða? Það er bjallan, við glemum bjallinni. Nei, ég er sem sagt, er miklu meira heima núna. Nú er ég ekki lengur í daglegur rekstri þarna úti, þannig að nú er ég bara að byrja að leika hérna heima og bara álega að gera. Ein bisschen. Nei, kennt þú Deutsch? Já, einmitt, verður góðu bara. En herru, við ætlum að henda núna á lagi, þú kannast nú þetta. Var þetta upphaflega jólalag hérna, ef ég nenni, Helgi? Þetta er upphaflega sko ítalskt lag. Þetta er upphaflega, já, þetta er sérst ítalskt lag. Upphaflega sungið af Zucchero. Og þar söng hann sko hann enda alltaf, hann söngði alltaf ítalsku og svo enda alltaf She's my baby. Það var viðlagið hann sko. Já, ok. Ef ég nenni. En þetta kom út á jólagestum Björgvins eitthvað tímann 1900 og eitthvað. Erst þú með Björgar þetta árið? Nei, þetta selst ekki neitt. Hjöppi þykist þér eitthvað fróstrósamaður? Nei, ég get ekki ef að fara eitthvað út í þetta Nei. En á hverju ætti fólk að koma í Austurbæinn í kvöld og sjá grafík? Þetta er náttúrulega sko skemmtileg tímabil sem að þessi heimildamynd, við ætlum að byrja á því að frumsýna heimildamyndina. Þetta er náttúrulega sko bandi byrja 81 til 88 og þetta er mjög svona dramatísk saga. Þarna voru sko margir söngvarar á ferðinni. Menn voru að hætta, menn voru reknir og það var svona ýmislegt í gangi og svo náttúrulega er þessi tími náttúrulega ansi skrautlegur og skemmtilegt að sjá dressin og klæðaburðin og svo framvegis sko. Var alltaf myndavél uppi eða? Var alltaf myndavél uppi? Nei, sko, nei, en það náttúrulega voru eitthvað, sko, eftir ég kom í hljómsveitina þá fórum við þá á sama tíma náttúrulega slóum við í gegn og þá förum við inn í sjónvarp og búum inn í einhverja þætti þar og það eru búin til einhver vídeo og eitthvað svona og spilum í beinni útsendingu í Laugardalshöllinni 1985 sem dæmi og
og þannig að þetta allt til sko, mjög skröðlegt og þá var maður með sko taglið upp úr hausnum og var í júdóbúning og boxaraskóm með grímur og málaðir og túbiraðir og það var allir þessi pakki það var allt í gangi sko. Núna þetta ekkert spennandi skilur, menn eru bara á tébólnum og búið sko. Já, finnst þið vantar svolítið glamur í þetta annarkvort er hann svartur eða grár. Já, hvað er í gangi skilur sko, eða þá bara menn eru þú veist bara í sko skirtunni bara eins og einhver bílasarar Já, það er engin rockstjörn á Íslandi það er ekkert skilur í gangi nema bara Páll Óskar hann er eini maðurinn, hann heldur þessu uppi en það er engin annar Frikki Dór og Erpur Frikki Dór, hefur séð hann í einhverjum svona er hann með eitthvað er hann eitthvað að dressa sig upp, er eitthvað entertainment í klæðaburðinu til þess? Nei, ekki í klæðaburðinu Nei. Já, það vandi ég sammáli Ég er náttúrulega að tala um það, ég er ekki að tala um að menn sé ekki góðir, skilur ég er að tala um svona entertaining í klæðaburði, þú veist, að þegar þú stígur upp á síðan, þá sért ekki bara í sko sama gamla, ég meina þeir sem hafa náttúrulega, sem eru ungir og grannir og fallegir, skilur við, þeir eru náttúrulega að vera bara, þú veist, í einhverjum skemmtilegum bara í leðubuxum og byrjur og Já, nákvæmlega Einmitt. Þar hafið þið það ungu listamenn að núti, Helgi Björns er að skora á ykkur að drulla ykkur í leðubuxur og rífa ykkur gráa bólinn Helgi Sannur hefur að fá því heimsókn og við hvetjum alla til þess að kíkja í Austurbæ En ætlum við ekki að tala líka um dæguperlur og það? Jú Ætlar að henda mér út bara og við erum ekkert búin að því? Ég ætla að henda á lagi núna með þér og svo komum við aftur inn, ég á líka eftir að henda þér hraðaspurningum Já, þú meinar þetta ekki svoleiðis Þetta er fallegt jólalag enda Hvað á maður að segja um það? Strákarnir í F9 blöður konur í jólaskap Helgi Björns sem að syngur með þetta lag situr hérna hjá okkur strákanum og ertu komin í jólaskap, Helgi? Nei, halló Já, nei, ég er ekkert komin í jólaskap Nei, hvernig ferðu svona í jólaskap? Já, ég meina, reyndar sko finnst mér nú helviti gaman að afsakið blótaði en hérna að það fengi snjóinn núna Já Vist það alveg frábært Það lýsir hans upp í skammdegið Já, lýsir skammdegið og gefur þessa tilfinningu, þú veist það verður svona jólalegt, reyndar Það setur ég kannski smá, hann útkomni svona smá jólaskap Hvernig er þetta jólaskap? Einmitt, ég er að vera að spá í það sko Það er bara, ég þekki það sko Ég er ekki bara mismönd eftir hverju meinum, þú veist Hjörvar fer bara í jólaskap þegar hann fær að drekka jólabjór Já, það er endur alveg hárrétt Ég fer í jólaskap þegar ég fæ kakó Já, ég líka, ég er ekki í bjórnum, ég er í kakóin eins og þú Þetta er Hjörvar sem og smákökur Já, reyndar, já, það er ímislegt Ég er einhvern veginn fyrir jólaskap þegar ég byrja að spila á svona með fjölskyldinni Þá er ég komin í jólaskap Þú veist, sem til og með svo leiðilegt við að vera fullorðin eins og við þekkjum hérna allir þrýra Gjafirna verða alltaf lélegri eftir því sem maður er eldri Já Það er svolítið leiðilegt, maður fekk alltaf bestu gjafir Ég maður bara hætt að fá gjafir nema sokka og trefil Já, krakkarnir fá alltaf gjafirna og svo sýtum maður allan tíman og þau alltaf að taka upp eitthvað nýtt Já, mér finnst það reyndar bara frábært, ég nenni ekki að fá okkur á jólagjafir Ég bara kaupa bara bækur, skilur þú veist, og that's it Þessi hérna, stillingur hérna, hann 29, við erum núna 31 þessu ári Hann 29 og stakk hann upp og við myndum kannski gefa okkur öðrum jólagjaf Tveir að gefa við jól Það er ekki bara Vitur og Egill Já, ég veit, þú veist, ég var bara alveg ég bara takk stjórnum pakka á því Þú veist, það er í fjölskyldubóðinu, þú veist, þetta er nú bara ánum Hjörvarvinni Já, vá, fekk hérna flottan ból og hálsmenn í stíl Flott Já, það er alltaf, Maja systir og Dæja systir og það fá alltaf frá vinkonu sínum Ég langaði bara að fá fleiri gjafir Já, þú ert alltaf í vandræðum af því að það fá 7 jólagjafir en þú bara Já, ég veist það, sko, málið er alltaf það er bara þannig, ég er alveg svo þig ég dótt inn í pakkan, sko, já, miklu sætlir að gefa en að þykja og mér er gaman að sjá þegar ykkur opna gjöfna frá mér, ég er alveg í þeim pakka en ég viðurkenni, þegar ég er búin að lesa svona 6-7 pakka og er ekki enn komið nafnið mitt þá fer ég að verða svolítið pirraður, þá byrja ég að hugsa fyrir ekki að koma að gallinum með Já, mitt, en hver les þá upp pakkana, hvað er þetta eitthvað einelt? Ég fæ ennþá að gera það, nei, það er litla frænka mín, hún Hafdís Anja, hún lesa pakkana þeir eru svo litlit í þín að hún finnur það ekki Já, þetta er allt skartgripir og sokkar Skartgripir Já, nei, ég er endar, þú sér það líka á mér, ég gengi ekki með skartgripi Ég lítið því, ert þú með skartgripaður? Ég er bara, já, ég er með þring og arbandi mitt er í viðgerð Ok, þú ert ekki með hálsmenn að eyrnalokkaðan eða þannig? Nei, ekki svo leiðis Hjörvar, þú ert alltaf með úr endar? Ég er ekki með úr, ég er alltaf með úr Já, þetta er ekki með úr en alltaf með úr Já, maður sér alltaf á símanum í bílnum maður þarf ekkert úr í dag, þetta er svona meira accessory eða ekki En Helgi, þú varst með tónleika 17. júní í Berlunni og talandi um jólagjafir þá er nú þetta til einn jólagjaf frá kallinum ekki Þetta er alveg frábær jólagjaf, sko Já
Viltu útskýra það fyrir okkur, hvað að koma út? Þetta náttúrulega sko, þessi tónleikar sem við heldum hérna í Eldborg í Hörpunni á þjóðhátíðardaginn, þar sem við fórum yfir sko, völdum út sko 25 lög frá bara í rauninni síðustu öld, skilur þú veist, alveg frá 1930 og til 1999, cirka bát og þannig að það lög frá öllum tímabilum og þarna væri með sko frábært band, alveg geðveikt band, Einar Valskeving og Valda Kolla bassaleikara og Ómar Guðjóns og Stebba Mámag og Davíð Þór á orgel og Kjartan Vald og skilur og svo var ég 12 manna strengjasveit, 50 manna kór og þú veist, ekki farin að hljóma eins og Björgvin Halldórsson og þú veist, og 80 manns á sviðinu þegar mest var, þú veist, næst í fleiri heldur en út í sal, skilur fleiri upp á sviði bara. Nema hvað, við vorum með frábæra gesti Múkisson, Ævör, Ragga Gröndal All landsliði Ævör, já, og Bókomíl og Högnaði Hjaltalín. Og þetta komið út á, þetta bæði DFD og CD, þetta bara diskur? Þetta DVD, sko. Þetta DVD, já, þetta bara geðveikir tónleikar, alveg geðveikt sound á þessu og þetta hefnaði svo vel, það var allir í svo miklu stuði, það var svo gaman að gera þetta, það smitar alveg yfir yfir í skjáinn, sko, og það meira þess að kemur lykt út úr skjánum, Já, það er það mikil stemming í þessu. Við hvet alla til þess að þetta er ekta jólagjöf, ég get lofað því, ef pappir ekki að hlusta, þá held ég hendi þess á pappa. Þetta er frábært fyrir pappa og mömmu. En herru, ég ætla að taka þér hraðaspurningar. Já. Ertu tilbúinn? Það sem þú ert að gera núna er hreinsa hugan. Á ég eitthvað að íta á bjölluna? Nei, bjallan. Herru, sko, Hjörvar að fela bjölluna. Já, ok. Þú þarft bara hreinsa hugan, þú getur ekki svara rámt, þú ert bara að segja það fyrsta sem þetta er í hug. Það er að skemmtilegast. Er þetta eitthvað svona að vera að gera lítið úr mér? Alls ekki. Fíblast í manni? Nei, bara skemmtilega spurningar og þú svarar bara fyrsta sem þetta er í hug. Ekkert vera að fíblast í þér. Ertu tilbúinn? Já. 1, 2 og besta mynd allra tíma. Scarface. Besta lag allra tíma. Ef ég nenni. Uppáhaldsnammi. Súkkulaði. Besta lið í ensku. Tottenham Hotspur. Hvað kveikir í þér? Eldur. Fallegasta konu í heimi. Kona mín. Fyrir utan maka. Hvað kom fyrst í hug? Birgit Bardó. Ok, er kallinn í hverju sefur kallinn? Í engu. Bó eða Bubbi? Bó. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Tígristýri. Hefur þú lamið eitthvað? Nei. Mundur þú sitja fyrir nakin fyrir 50 milljónir króna? Nei. Hefur þú sofið hjá aðdáanda? Já. SSOL eða grafík? Báðum. Hvað fyrir best í töðan á þér? Svona spurningar. Og gast eitthvað í fótbolta? Já. Já, ok. Varstu, við ætlum að spyrja það Hjörvar vorum að ræða. Varstu í íþróttum með það? Já. Ég reyndar hitt og geta eitthvað. Já, við vorum, sko, þetta snýst náttúrulega líka svona félagann og hverjir í kringum og gamli pabbi var náttúrulega landsliðsmaður í knattspyrnu á sín tíma, sko, í 60 eitthvað og síðan, sko, þegar ég er alast upp og er svona 7, 8, 9, 10 og svo framvegis, þá er í kringum mig, sko, til dæmis Ómar Torfa. Já, Fram. Magni Pétur sem var í Val. Pétur Ormslev er ekki hana, en Magni Péturs, hann var miðvörður í Val mjög lengi. Jón Oddsson spilaði með KR. Ok. Mikið. Hvað stöðu spilaði? Ég spilaði haff sem var kallað þá, tengiliður. Ok. Og Ég sé þetta einhvern veginn ekki alveg fyrir mig, sko. Nei, Helga Björnsson í vörðinu. Við spiluðum nefnilega, sko, til dæmis úrslitaleik við Val í 15 flokki. Þá vorum við 12 ára, sko, 11-12 eitthvað. Og þá vorum við Valsliðinu, það var Atli og Pétur Ormslev og Albert Guðmundsson og Magnús Bergs, Guðmundur Þorbjörns, já, Maggi Berg. Geir Sæm? Nei. Þannig að þetta var svona kjartinn í landsliðinu sem var og þarna vorum við sem sagt í öðru sæti. En þegar þú ert núna kannski búin að fá þér kannski svona 5 jólaöl, hugsaðu aldrei með ég hef verið grátt að velja fótbolta? Nei. Ekki. Þú ert að tala með rockstjörn Íslands. Ég einmitt tók svona ákvörðu, sko. Ég sagði, þegar ég var 10 ára, þá sagði ég bara, ok, ég ætla annarkvort að vera atvinnumæður í fótbolta eða póstana. Já. Ok, þannig bara ákvæðast að vera póstana, Já, svo kom það bara einhvern veginn, sko, í sjálfsögðu, það var, þegar við komum í annan flokk, sko, og þá byrjuðu einhverja æfingar úti á veturnar, eitthvað svona, skýta kuldi og hlaup í snjónum og svona, og stelpurnar voru alveg kringum maður var aðeins að byrja að glamra og svona, sko, þá var það svona, já, þetta röðuðu sér í kringum. Já, það er óþolandi að það er í partí. Eða klæða sig eitthvað, þú veist, og var að hlaup út í snjónum, ég sagði mér, koma, hvað á ég að velja? Það er óþolandi
þú ert í partí og einhver gaur kemur með gítarinn, hann sogar að sér allra stelpum, það er bara hann. En herðu, Helgi, það er búið að vera stórkostlegt að hafa hérna. Sömuleiðis, og við óskum alls eins besta, það eru tónleikar með grafík í kvöld og svo diskunars komin út líka, ég hvet ykkur til þess að tekka á þessu. Helgi, þú vildi fá Criminal með Britney Spears, þá eru færrið það ekki? Jú, það var akkurat uppástæði. Ég ætla að verða sem ég gleymdi að nefna á þeim. Mælið með sjokk, nýja ilminum frá Calvin Klein. Vilstu vel með á FM í vikunni því við munum gefa CK1 sjokk. Bæði herra og dömuilmi ásamt skemmtilegum aukarhundum frá Calvin Klein. FM 957 og Calvin Klein, sjokk. Vertu flottur í tauinu. Verslunin Jack & Jones í Kringlunni og Smáralind og FM 957 efnandir keppni í klæðaburði inn á fm957.is. FM-pittarnir Marín og Rikki G fóru til ljósmyndara og klæddist flottum fötum úr Jack & Jones. Sjáðu myndirnar á fm957.is. Hvor er flottari í tauinu? Þú leggur inn þitt atkvæði og möguleika og eignast alveg eins svör sem passa akkurát á þig. Eða Röstmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig. Fá þér föt í Jack & Jones. Taktu þátt í skemmtilegum leik á fm957.is og verður flottur í tauinu. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Fjölskyldu alias er frábært orðskýringaspil. Börn og fullorðnir spila saman, svo Fjölskyldu alias sameinar fjölskylduna. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Gleðileg ísjól. Ísbúðin, Háletisbraut. Skreytum hús með lottómiðum. Lottopotturinn stefnir í 40 milljónir. Lifðu þér smá lottó. FM 95 Blö er í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerol, gott hjálpatæki í mannasið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þetta er í playlistanum hérna hefur Kostrók. Já, en pursum þetta lag. Þetta er lagið To The Stars, Mode Step og það var einmitt að því var að ljúka. Þetta er bara versta lag sem ég heilt bara í útvarpeldi. Nei. Hættu þessari vitleysu. Okay. Það var gaman að þessu en það er búið núna, lagið. Mikið gott þeirra. Það verður maður með það undir, það er kannski svona fínt. Herðu, Helgi Björns farinn, þetta er náttúrulega þvílík og snillingu, djúðlega gaman á Helga. Algjörlega, maður er alltaf svona einhvern veginn verið einhvers konar aðdáandi, sko. Já, hann er líka, sko, þetta einhvern veginn... Aðlóta Sódómyndinni, sko. Já, en þetta einhvern veginn, sko, glamurinn, hann dettur einhvern veginn aldrei niður, fattaru. Ef hann er ekki SSL, þá er hann í grafík, eða leika, eða núna, með einhverjum hestamönnum. Veistu hvað, oft þegar að tala um það... Bílfarmar á diskum þar. Það tala um að menn svona, he lights up the room, þegar einhver kemur inn, sko. Hann tók þetta yfir þetta sett stúdíu hérna meðan hann var hérna. Já, hann stjórnaði alveg ferðinni. Þú veist, ég ætla að fara að kveðja hann á hann, sko. Ég er enda búin að glemma, ég á mér hraðaspilningar og allt á hann, sko. En ég sagði þú ert hérna, sannur heiður að fá það. Herru, býtu hvað, ætlum við ekki að tala hérna dæguperlunar og hvað? Maður bara, jú, ég myndi, veist, hann actually gæti bara fengið mig til að ræna fyrir sig. Og Helgi Björns myndi segja, strákar, nú farið þið hérna inn í búð og rænið fyrir mig einum DFD-spilara. Maður myndi bara, ok, Helgi, ok. Þetta er ekki maður sem þú fákar í, sko. Algjörlega. En talandum snillinga, ég var að spá í, hann sló náttúrulega í gegn okkur í síðustu viku, hann Brjátbreki. Já. Og ég var að spá í, á ekki að reyna að hringi hann aftur bara núna. Já, okkur heyrir ekki hann er hann ekki eitthvað að fara að skemmta meira á eitthvað svoleiðis? Jú, það verður eftir að drep fyndi uppistand sem hann er með. Já, en hann, ég tók líka eftir því, sko, hann er hættur, hann er ekki lengur á Facebook, sko. Ok, tjekka, bjallaði kallinn og spurðu hvað er í gangi. Já, maður segja, ég veit ekki af hverju hann hættur á Facebook, en sko, ég er ekki búin að láta hann vita þess að ég var að ringja, þannig að ég verði eiginlega bara að bjalla á hann, maður segja þetta. Jæja, ringir. Í dagins, ég ætla að fá heitan hund með öllum nema tómatsósu. Já, rem og undir og yfir. Halló, sorry, ég var að panta pulsu. Já, heitan hund, já, ok. Er þetta Brjátbreki? Hotdog. Já, skemmtilegt. Er þetta Hver er þetta? Þetta er Ötti hérna, og FN 95. Blessaður. Hver er með þér? Hver er með mér? Hjöppi með mér hérna í dag. Hvað er Sveppi? Sveppi, hann er á þriðjudaginn. Já, ok. Hann er kóngurinn. Já, Sveppi kóngurinn. Hjörvar er flottur líka, hann er hérna með mér. Ok. Já, hvað er að frétta, hvað segir Brjátbreki í dag? Já, maður er svona... ágættur, sko, maður er vonast til að fara eitthvað að skemmta fljótlega, en það lemur allt í kjós. Lemur í kjós, já, gemur í ljós. Já, orðarleikur, veistu hvað ég kalla Justin Timberlake? Nei.
Bara í Vatnaskógi. Já, Justin Timberlake, já, þetta skemmtilegt hjá þér. Já. Þannig að þú veist ekkert hvort þetta var að skemmta á næstunni? Nei, ég er mikið í svona orðaleikjum, sko. Justin Timberlake. Já, nákvæmlega. Ég líka á netinu, sko. Ég keyrði daginn frændan, sko, allavega til Vík í Mýrdal. Já. Tók mynd á honum eins og hann var í dauður. Já. Og setti mynd, sko, tók mynd á honum við skilti, sko, og tók mynd á honum dauðum og skrifaði svo lík í Mýrdal. Já, skemmtilegt. Setti á Facebook. Já, frábært. Ég var einmitt að reyna að finna þig á Facebook. Ég sá þig hvergi. Ertu hættur á Facebook, eða? Kettlingin er búin að henda mér út. Ég má ekki vera það lengur. Nú, hvað okkur? Ég var að rugla í einhverjum kettlingum. Já, ok, varstu. Ég var að smá dirty talki hérna og hún var eitthvað pyrruð því. Já, ok, það er náttúrulega gengur ekki og setja að tala við aðra stelpur. Ég veit það, ég meina ég er bara mannlegur. Já, það er rétt þér. Já, það er rétt. Þannig að þú mátt ekki vera á Facebook lengur. Nei, kettlingin var eitthvað pyrruð og sagði að þetta gengi ekki lengur. Ég var búin að fá nokkra viðvaranir. Já, ég skil. Ég reyndar núna kannski og segir henni það ekki frá því, sko, er það nokkuð í beinni? Nei, þetta er ekkert í beinni. En ég er með smá leyni dæmi núna í gangi. Nú, hvað er það? Ég satt með undir öðru nafni, ég get ekki sett þér það, en þannig get ég alltaf fullt að liði. Já, ok, skemmtilegt hjá þér. Já, þú veist, hún er alls ekki segja henni. Nei, ok, en ertu eitthvað að veistlustjórast þessa dagana? Já, maður er alltaf eitthvað, ég er svona kannski geti verið í öryggismiðstöðinni og ég er svona verið að semja smá efni. Já, ok, og ertu með eitthvað nýtt, eitthvað annað en orðagrínið aðan? Hversu ömulegt er það að vera Frosti í mínus? Nú, okkur? Án gríns, hann var rekinn úr hljómsveitinni í mínus. Já. Og núna er hann enn í mínus, en samt í engri hljómsveit. Já, þú varst svolítið með þetta síðast, sko. Já, ég veit að ég bara stundum breyti þessu, sko. Já, en þetta er basically sami brandar og sagði síðast og... Já, ég veit, sko, þetta var annar tvist á hann. Nú, þetta var eiginlega bara... Já, en ég var að borða í turninum daginn. Já. Og nú skil ég á hverju kettlingar viljast að vesla í Smáralindinni. Ég meina, hafið þið séð hvernig Smáralindin lítur út á ofan? Ég skil vel að þér viljið fara þangað í vesla. Já, ok. Er þetta nýja efnið þetta? Já, þetta er svona eitthvað sem nýja. Já, ég skil. Ég myndi frekar vilja vesla í einhverju sem lítur út eins og, ég ætla ekki að segja hvað, en allavega eitthvað annað en þetta. Já, ég veit hvert þú ert að fara. Já, þetta er skemmtilegt hjá þér, Brjánn. Svo einn annar. Já, hvað? Ég var að heyra Manchester United hafi töfðað í gær. Manchester United, já, þetta er skemmtilegt. Ég var að heyra Manchester United hafi töfðað í gær. Já, ok. Herri, já, ég vona að fá þetta gigg í öryggismiðstöðinni því að nýja efnið þetta er alveg stórkostlegt. Já, ég er alltaf með eitthvað nýtt, svona eitthvað dót, sko. Já, þetta er gaman að þetta ekki bara geta pulsuna hérna og... Já, ég er með líka á þetta nýja með Twitter. Já. Það er málum með Twitter, það er einhver kettlingar, það er ekki að fá með kettlingar þar. Nei, ég kann líka illa við þú að kalla konur kettlingar, sko, það er ekki fallið þetta. Ég veit, þetta er bara í stand-upinu mínu. Já, ok. Þú veist, ég er ekkert sann eitthvað í stand-upu og alvörinni. Nei, ég skilji. Herðu Brjánn, það var gaman að heyri þér sem fyrr. Það verður bara þar. Já, það er frábært. Herðu, já, leitar. Já, ég veit ekki hvort að setja hringja neitt mikið meira í Brjánn Brega, nema hann fara að breyta hans efninu sínu, en alltaf gaman að heyra hans í sjálf. Alltaf hræst og skemmtilegur. Herru, við erum að fá góðan gest eftir þetta lag. Já, herru, hún Þórunn Antonía er mætt inn í stúdíóið og herru, ég þarf að senda kveðjuna til Jóhönnu Jóhannsdóttir frá besta leinivinn í heimi. Ég átti að spila Never Say Never með Justin Bieber en ég nenni ekki. Þið fáið þetta lag í staðinn, Skötuhjú. Alltaf gaman þegar það er fólk ástfangið í fjölbrautaskólum landsins. Gefur þú bók í jólagjöf? Ertu kannski einn af þeim sem gefur 50 bækur í jólagjöf? Hættu þessu gaufi. Gefðu bókaverslun. iPad 2. Epli.is. Stóra stundin er runnin upp. Stelpurnar okkar á sínu fyrsta stórmóti. HM í handbolta hefst á morgun. Áfram Ísland. Áfram stelpurnar okkar. Fáðu áskrift í síma 512 5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Húsasmiðjan, Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið best fyrir svanga. Það er
notalegt að gera jólainkaupin í Smáralind. Nú opið lengur alla daga fram að jólum. Sjáumst, Smáralind. Pizza Hut. Nýjung á Pizza Hut. Nú hún komin, drottning allra pizza, Crown Crust. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Jólin eru komin í Topshop. Hlustendur aðtíð, það jól einu sinni ári. Nýju Ronaldo takkaskotni frá Nike koma í hús klukkan 6 í dag. Takmarkað magn, opið til klukkan 9 í kvöld. Jói Útherji Ármúla, jóiútherji.is. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Ódýrt fyrir helgina í Krónunni. Hringskoren grísabóur á aðeins 698 krónur kílóið. Krónu kjúklingavængir með appelsínu og engifer á aðeins 498 krónur kílóið. Og grísakótilettur á aðeins 1049 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50-dögum. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frítskot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Veturinn mættur. Komdu og kíktu á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni, Jack & Jones Smáralind. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það rétt FM 95 Blö á FM 957 og við Hjörbinu kom með, annan gest og þessi gestur ekki síðri henn sá síðasti. Þetta söngkonan og þáttastjórnandinn Þórunn Antoni. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Leikkona líka. Já, leikkona. Áhuga leikkona, já. Já, það bara allt múlið, mann. Mátt alveg kalla það leikkona og þú ert ekki búin með eitthvað skóla, sko. Allt múlið, mann. Já, það eins og Helgi Björns, hann ekki búin með skóla, held ég, en hann leikari. Já. Herru, hvað að frétta Þórunni Antoni? Ég las einhvers staðar að þú hefði farið með sjúkrabíla því að þú fékkst eitthvað þessi bæti. Já, þetta var frekar vandræðilegt. Já, það var málið. Ég var í vinnunni og var bara nýkomin úr tökum. Já. Og settist bara við skrifborðið mitt upp á stórveldina sem við tökum upp þættina, sem við gerum út tindukirslana. Ég reyndi að standa upp og það bara var ekkert að gerast. Festistu bara? Ég festist bara og ég er engin aumingi, sko. Ég hef alveg háan stresskuld, en það bara var næst ég búið að líða yfir mig og ég bara fekk hita og byrja að svitna og titra af sársauka og strákarnir reyndi að hjálpa mér upp og það var bara ekki séns. Varstu þá bara svona í stellingunni, svona hálfsitjandi stellingu? Ég var bara svona föst í einhver svona skrifstofustól, ótrúlega fallega máluð í kjól og í pels, bara svona eins og ég var í dúkka, bara svona föst og það var bara ekkert annað til ráðin að ringja sjúkrabíl. Hver hringdi? Hver var gæðin sem að... Það var Allan sem er vinur minn og tökumæður í tindukirslunni sem hringdi. Allan made the call. Já, og ég tók það upp á síman minn og það mér varst bara svo steikt moment. Og svo komu sjúkraflutningamennir inn, horfði á mig, stoppiði og bara liti kringu sig og spurði bara, þetta grín? Og ég bara með tárin í augunum og sársöku bara, nei, þetta er ekki grín. En veist, ég ætlaði mér að spyrja, hvað segir hann í síman? Bara, herri, já, er það 112? Herri, ég er með stelpu og hún var að standa upp á stólnum, hún er föst. Já, bara, ég fekk bara svona rosalegt þursabið í bakið eða brjóskglasi eitthvað. Og þegar ég kom upp á sjúkrahús þá var mér bara sagt að ég væri bara eins og 70 sjóari, mér væri svo illt. En ég fekk bara morfín í æð og þurfti að vera yfir nótt. En það er læg með núna? Herri, já, ég er á einhverjum fínum verkilega kokteil og ég er bara súperkona, fer bara í vinnuna daginn eftir og spila tónleika kvöldið. Já, það er með tónleikar í kvöld, það er eldhúspartí FM 957. Ég ætla að vona að ég festist ekki með sviði. Já, það var enda skemmtilegt að sjá þig bara svona í svona einhverju sitjandi stellingu upp á sviði að syngja. Þannig ef ég syngja einhverja óvinnilega háa tóna þá bara með allir sem eru á svæðinu ringja bara á sjúkrabíl. Já, þá er þetta kannski líka að því að verkjalið, þú getur líka alltaf sagt sko ef þú átt lélegt gig í kvöld, ekki það ég við neinar bara sorry, þetta var morfíni. Já, bara ég er út úr dópuð Tekur maður ekki bestu gigi sín út úr dópað? Ég bara, nei það ekki það nú, er ekki oft verið vestlustjóri og oft út úr dópað? Ég er ekki lægi með því, Hjörvar, bara þú mátt saka með margt í þessum þætti, Hjörvar, þú mátt gera grína þessi sköllóttur en þarna dreigi línuna. Hann er línan dregin. Þetta er í útvarpið, en vill ekki að fólki sjónvarpið sé á sprautu fyrir hann að Já, vil ég fara í þennan leik. En ég var að spá í, sko, hvort það væri skemmtilegt. Hann var hjá okkur hann Helgi Björns aðan og ég setti fyrir hann hraðaspurningar og ég er að spá að láta þið fá sömu spurningur hann fekk. Já, ég get líka að nota verkeflefin í þessu að ég svara ógeðslega vitlaust. Ok, poppaði bara 2 pillum og svaraði svo. Er þetta tilbúin? Ekki máli. Ok, besta mynd allra tíma? Fuck. Hvað kom fyrst í hugann? La Vita è Bella.
Besta lag allra tíma. Eru álfar kannski menn? Uppáhalds nammi. Bingo húlur. Besta lið í ensku. Arsenal. Hvað kveikir í þér? Kynþokki. Fallegasta kona í heimi. Rosario Dawson. Skvísan á lausu? Nei. Í hverju sefur kallinn? Engu. Ok, Bó eða Bubbi? Bó. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Ljón. Hefur þú lamið eitthvað? Nei. Mundur þú sitja fyrir nakin fyrir 50 milljónir? Já. Hefur þú sofið hjá aðdáðanda? Ég ætla að vona það. Þessi að makiðin sé aðdáðandi. Þessi sól eða grafík? Guð, þessi sól. Hvað fyrir mest í taugadraður? Hroki. Gastu eitthvað í fótbolta? Nei. Nei, ok. Þarna fékkstu hraðaspurningarnas Helga, þannig að í hverju sefur kallinn og svona, varstu að tala um manniðin? Já. Hann Bent. Hann bara á tippaling? Þið var það svo? Já. Þessi föt eru bara fyrir. Já, við vorum að spá að gefa miða eftir smástund á eldhúspartí F957 og svo er líka jóladagatalið sem er að gera allt vitlaust á FM. Við viljum að gefa úr því líka. Já. Þannig að það er nóg framöndan en það er komið að lagi sem er reglulega. Ég er ekki enn. Þú ert það svolítið þessu visluböndi. Ef þið finnst eitthvað eitt gott lag, þá spilar það bara út í eitt sko. Ég mun spila þetta lag þar til ég fæ leið á því. Það er bara þannig. Þetta er alveg svo þegar ég er bara í bílnum mínum að keyra eitthvað, þá bara tek ég lagið, þá til ég fæ ógjöf. Þetta er þessi, ég man eftir einu svona lagi, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Já. Tók það heldur svona miljónsinu saman sem hann. Já, en svo er svo leiðilegt að maður fæ leið á því. Þá tók ég If You með Spin Doctors. If you want to buy me flowers, just go ahead now. Hvað er það? Hvað er Spin Doctors? Það er rosalegt lag. Herru, hún er hjá okkur hún Þórunn Antoníó. Við ætla að spyrja hvað er í týndu kynslóðin annað kvöld. Aðalgestur okkar er Erpur Eyvindarsson. Ok, Blas Rokka. Blas Rokka. Já, Blas Róka eins og rótt þetta í útvarpinu. Svo er Steindi náttúrulega að fara að gefa DVD fyrir jólinn. Þannig að við tökum smá sparrar með honum. Ok. Og alls konar flikkma live rannsókn og hérna. Nóum að vera. Alls konar skemmtileg heitt. Þetta er á föstum og ég sá hann daginn. Þá fórst þú og gerði svona fitness-stelpa. Nákvæmlega. Já. Þú tókst þér nú bara drullu vel úti. Hjöppi. Ég verði að viðurkenna það. Ég átti ekki von á þessu og fórst á gallarann. Já, maður ætti kannski að keyra í þennan bransa bara á full. Já, mér sittist það. Hvernig fílaður þið í þessu? Sko, þetta var náttúrulega fyrir það, fólk sem þekkir mig persónulega er þetta síðasta sem ég myndi gera. Það er að lyfta keppi fitness? Já, keppi fitness, fara í brúnkusbrautun, setja mig gerfineglur, þú veist, allt þetta. Já, þetta er ekkert bara skilur, þetta er ekkert að herru, ég ætla að fara að keppi fitness og nú ertu að fara inn í höll. Já, þú hendur ekkert bara í tösku og drullaðir og keppir, sko. Þetta er bara... Ég hef ekki farið í ræktina sín í apríl. Okay. Og hérna... Hvernig heldur þér í formið þá eiginlega? Bara með stressi, held ég. Okay. Bara kaffidrykki og hafa nóg að gera. Já. Okay, svo keyri ég ekki, ég lapp allt sem ég fer. Já, þú ert hvað? Þú ert 20, ok, maður ræðir kannski ekkert aldur, en þú ert vel yfir 17 og þú ert ekki með bílpróf, hvað er grín með það? Nei, ég veit það. En hérna, já, hvað er tjókað það? Ég er sem eitthvað hippi. Sko, Bent, kærastinni, kom með bílpróf og hann er hvað 30? Hvaða rugl er í gangi? Ég hef löglega afsökun, ég bjó erlendis Þórunn, þú ert löngu flutt heim til 26 ára aldurs. Ég skilur það alveg, ef maður hefði ekki tekið þetta 17 ára maður hefði ekki nennað þessu. Tekið þetta 17 ára, ég bjóði Söðukorki og taldi niður síðustu sko 400 dagar. Ég skal viðurkenna, ég er hrædd við þetta núna. Ég er á svo gömul kettling núna að þú veist að hvernig heldur mér muni líða því ég fyrir ökuskóla með einhverju 16 ára krökkum? Já, það er bara eitthvað. Hei, er þetta ekki Þórunn Antoníó? Hvað kettling er þetta? Þú veist, networking. Finnist þannig fólki og... Það er markkópurinn á þættinum og bara... Já, einmitt, nákvæmlega. Kannski er einhverju strákar sem að póka mig á Facebook hérna. Já, nákvæmlega. Þá getur þið sagt bara, herri, jæja, takk fyrir tíma strákar. Horfðu á þáttinn í kvöld, það var ekki þetta. En já, þú verður að fara að fá bílpróf. Það er alveg, ég hvet til þess og það er líka hlutur að leiða fyrir vinkunin. Herri, ég held að ég keppi seint í þessu fitnessdæmi. Já. Þetta verðist heldur ekkert vera næst sérstaklega góðir vinningar sem eru í gangi hana. Nei, en ég hef líka hugsað á því, spáði að leggja allt þetta á sig. Spáði, þú veist, fólk borðar ekki, það velti sér upp úr kakómalti. Kaupa sér eitthvað dýra galla og... Já, rándýra... Gallarnir sjálfur, sko, ég veit fyrir fyrst að þetta fitness, sko, bikini sem var yndislega kona tilbúin að lána mér, það kostar yfir 100.000 krónur. Bikinið? Já.
Og þetta er sem sagt... Það er alvöru. Þetta er bara eitthvað bikini með svona einhverjum bara svona steinum límdir á. Einhverju demantar og eitthvað? Og þú veist, svo er þetta eitthvað, fer þetta lengst upp í rassin á manni og er eitthvað svona voða skrítið á bakinu. En það verður samt að gefa stelpum það leggja alveg gríðarlega mikið á sig. Það er heldur gerðara fyrir þær að fá sixpack heldur en til dæmis fyrir mig. Ég sker bara út hrísgrjón í 4 völdur og það er það er ekkert mál. Fyrir þær er þetta blóð, svit og tár og þær þurfa bara að fara eftir nákvæmri dagskrá allan daginn. En er ekki leiðilegt að það eru búin að leggja á sig svona rosalega vinnu og komast kannski ekki, þú veist, hvað voru 100 stelpur sem tóku þáttum daginn og komast ekki í topp 50? Sko ég segi alltaf, bestu velurinn fyrir að vera í góðu formi er speilin. Já, ok. En finnst ykkur þetta sexy, strákar? Svona finna þess? Já. Ég verð að segja pass bara, sko. Ég veist, það er náttúrulega kona stelpa í góðu formi er alltaf sexy, skilur, en ég veit ekki þegar hún er komið með stærri upphandlegg en ég, veist, ég get ekki deyta stelpu sem maður tekur mig í sjómann, það er bara þannig. Kannski, ef röddin verður svo ekki á kallmannleg, sko. Já, ertu að tala, er það á styrum með það? Er það ekki? Ég veit það ekki. Ekki model fitness það eru nú ekki að styrum því að þær þurfa náttúrulega að vera sexy og með línur og svona það er aðeins öðruvísi, það er svona daðurkeppni í raun og veru. Já, dagurinn sem ég myndi sjá kærastu mín að taka inn stera væri hvað í fjandanum er það. Já, ég ætla að vona ekki, að sé ekki að styrum. En herðu, við ætlum að gefa hérna Þórunn áður kveðju þig. Þú ert að fara að spila á eldhúspartíi í kvöld og ég ætla að gefa hérna einhverjum heppnum hlustendum miða á partíið. Ég var að spá að leyfa þér að stjórna þessu hvort þeir skilið miðan eða ekki. Hérna, má ég sjá, FM95 Blöð, þú ert að tala við Þórunn Antoníu. Nei, alveg. Já. Halló. Talaði með sexy rödd, Þórunn. Talaði með sexy rödd, mér svo fallega rödd. Takk fyrir. Já, lítið. Er það að gefa miða? Já. Er það? Fæ ég nokkuð að fá einn miða hjá okkur? Hversu mikið langar þér að koma? Mér nokkuð ógeðslega mikið að fara. Hvað er það í kvöld sem heillaði mest? Er það Þórunn Antonía, Sverrir Bergmann, Our Lives eða Frikki Dór? Auðvitað Þórunn. Já, það er rétt. Hvað heitir kappinn? Ég heiti Aron Birgisson. Aron? Hvað er svon? Birgisson. Herðu, þú ert á leiðinni, þú ætlar ekki einni það, vilt ekki taka einhvern félag með þér? Jó, kannski 2, það er fín. Aron Birgis plus 2, grænum það. Takk fyrir. Ok, það er ekki máli. Herðu, ok, núna Þórunn, þegar þú gefur þess að með þá vil þú tala eins og setja á styrum. Tilbúin. Þú ert að fara að tala við hlustandan. Ok. Góðan daginn. Halló. Langar þér að koma í eldhúspartí? Já, það. Hversu mikið? Bara mjög mikið. Segðu þér eitthvað fallegt. Ok, ég komið svona svita hérna, svona skrítið svita. Herru, hvað heitir þau, Kalli? Elvar. Elvar, hvað er svo hon? Guðmundsson. Elvar Guðmunds, herru, hvað eru þið margir vinnir? Ekki er þetta Elli Guðmunds? Jú. Snild. Elli Guðmunds, ætlunur? Aflæsaður. Ætlunur. Herru, hvað, ertu plus 2 eða? Já. Glæsilegt. Hver er að koma með mamma þinn og? Nei, herru, fyrir ekki að alveg, við erum að reyna að vera svolítið léttur og skemmtilegir og það er að þau að mæta þarna nokkri félagarnir. Já. Glæsilegt. Gaman að heyra. Herru, Elvar, þú ert komin á gestalista og við sjáum þig í kvöld, við ætlum að mæta sjálfur, þetta félagarnir. Ok. Sjáumst betri. Bye. Herru, þá er búið að gefa miðan á eldhúspartíið. Þórunn, hrikalega gaman að sjá þig sem fyrr og við óskum þér allsins besta í lífinu. Takk, það er rosalega gott og fáðu þér bílpróf. Já, kæru hlustendur, þeir að hlusta á FM95 Blöð 5. daginn 1. desember. Snjór úti, kallt en það er kósi hérna hjá okkur strákunum. Hjörvar Hafleðarsson er með mér sem fyrr á 5. dögum. Það er búið að vera góður gestagangur hjá okkur. Já, rosa góður gestagangur. Já. Mikill gestagangur. Já, fengum kóngin Helga Björns og Þórunn Antoníu hérna skvísa hjá okkur. Svo náttúrulega Brjátbreki kominn á grína þess. Já, Brjátbreki er ekki vilsat á Twitter hjá mér, en það er endar sko bara misjant hvernig húmor manna er. Já, ég er allavega að fíla þessar pælingar sem hann er með. Já. En svo ég hafði til dæmis aldrei pælt í því sem hann kom með Smáralindina. Nei, hann sagðist aldrei alltaf vesla þarna því að hann fór að veltaði fyrir sig hvernig Smáralindi lit út. Já. Mér finnst það góð punktur, ég er að kópa henni sjálfur, ég hef aldrei pælt í þessu. Nei, nákvæmlega, hann er með skemmtilega pælingar sem strákur, það er bara þannig. Þetta er skemmtilegur. Já, og það er aldrei að vita sem við fylgjum betur með þeim strák. En herði, ég var að lesa þetta Hjörvar að stelpur, það er heillast meira af dönsurum í dag en söngurum.
Já, sko, hérna stendur að sko í mörg ár var þetta öfugt. Það veist, menn eru alltaf að gera kannanir á öllum fjandanum og það var alltaf þannig að stelpur heillust meira af söngurum en núna heillast þar meira af dönsurum, segja þær. Já, þetta bara... Og vilja menn meina þetta sé út af þáttum eins og svo You Think I Can Dance og Dancing with the Stars og svona sem að tröllir í öll í Bandaríkjunum. Og Dans hérna á Íslandi. Já, og Dans, ekki má gleyma því. Það sem að milljón í velun, ekki? Já, 1 milljón krónur. Já, 1 milljón krónur, nákvæmlega. Já, svo náttúrulega skattur og það. Já, en hérna að málana. Já. Þetta, sko, þetta eitthvað sem við þurfum ekki á að gera. Þetta segir mér að dansara séu heitari meðan stelpuna en góðu söngvari. Já, sem sagt þessi rannsókn vil menna það, að fleiri stelpur sögðu það. Stelpa vil ég frekar gæða sem að dansa eitthvað på sviði heldur en Enrique Iglesias. Enrique Iglesias náttúrulega, hann náttúrulega syngur og dansa. Would you ask me to dance? Nei, hann aðalega syngur. En þú hefur líka séð, sko, þú séð svo eftir að strákar hoppa á dansskólið og taka nokkuð spor, það alltaf vinsælt. Ég viðurkenni það, ég þoli ekki það kemur einhver gæi og góður að dansa. Já, eins og Gauji eða Svessi eða eitthvað. Maður kannski, maður í þvílingum fíling á BFM, maður röldum og svo allt í hennu kemur eitthvað lag og Gauji og Svessi henda sér á gólfið og það bara flikkist allt að þeim. Maður bara svona, hvað að gerast hérna? Já, en ég held að þetta sé rámt, sko. Nefnir það? Já, ég held að... Ætli sé eitthvað stelpur að spurja? Ætli sé eitthvað stelpur að ringja? Það ringja bara einhver gæi, gefa mig það. Já, það enda alltaf þannig. Það með símakerfi okkar, það alltaf eitthvað, voru að gefa eitthvað. Þannig að það mjög erfitt að geta spurt stelpur. Já, það nú, sko, ég held að þessi málið þannig, sko, að konur svar ekkit, sko, eftir bestu samfæringu, sko. Nú? Nei, þú spyrir það, sko, eitthvað, hérna, þú veist, það segjast ekkit fílað sem verið fíli í alvörunni. Nei, byrju, ég ekki alveg saman svona, sko, ok, ef ég myndi spyrja stelpur, fílaru strák sem kann að dansa betur en strák sem kann að syngja og hvað heldur þú að fara að ljúga þig bara? Nei, þú myndi segja svona, herri, hérna, fílaru strák sem er bara svona mjór 70 kíló eða helmassan 105 kíló. Það er bara eitthvað venjulega, þú veist, 70 kíló, svo leið og, þú veist, innst inni þá vill hún en helmassa. Þegar Maggi best mætir og svona. Já, þannig að þetta er ekki alltaf að marka þetta, sko. Þú verður að fara hætt, þú mátt ekki vera alltaf svona shallow. Ég er ekkert shallow, hvað ert að kenna mér um þetta? Þú trúir þessu öllu saman, sko. Ég þarf að kenna það eins meira lífið. Jæja, það ok. En tjekka á því hvort séum einhverjum hlustendur. Ok, ég ætla að segja eitthvað stelpa inn á línunni, þannig að þið sem eru að hringja núna, þið með endilega hætta að þið eru ekki stelpur og ætlið ekki að ræða þetta við okkur. Þannig að núna, ef kemur strákur núna á línuna, halló, það verður brjálæður. Má ég sjá, F95 blöð? Góða kvöldi. Nei, þarna er stelpa á línunni, vel gert. Ég er búin að bíða geðislengi eftir að svara mér. Það ekki? Jú. Hvað heitir þú einhverna? Ég heit Elisabeth. Elisabeth, herðu, ert þú sammála á þessari könnun ef að þú ert stödd á skemmtistæði eða á tónleikum? Hvort myndi heilla þig meira strákur sem kann að dansa eða syngja? Ætla að sé ekki að dansa, mér finnst gaman að syngja, ég vil ekki hafa eitthvað gæðis að syngja betur en ég alltaf. Já, sko, þessi er sammála þessari könnun, hún vil fyrir eitthvað dansara, Hjörvar. Hjörvar vil meina þessi að ljúga þessu. Ég vil klárlega vilja 105 kíló að gæðin heldur en 70 kíló að tappa, sko. Já, sko, hún er bara að tala sannleikan þessi. Þessi, sko, kemur með umbúðlega. Það vilja það allar. Ef hann er með flottan boss og getur dilla honum aðeins, það er það bara svoleiðis. Já, ok. Það er bara svoleiðis, segir hún. Það er ekkert flottar. Já, prófum fyrir, takk hérna fyrir þetta. Herru, takk fyrir þetta. Ok, bæ. Herru, við skulum aðtöka okkur sem er aðra stelpu á línunni, sjá hvort það sé alla sammála. Má sjá F95 blöð? Halló? Þú ert frábær og greið. Halló? Nei, þetta er ekki mér að kenna, það er alltaf brúsandi gangi hérna. F95 blöð? Halló? Halló? Já, það eru önnur stelpa. Herru, sko, hlustundur okkar er alveg að pekka þetta upp. Já. Herru, hvað heitir þú einhverna? Þórdís heiti ég. Þórdís, og hvað ertu gömul? Ég er 17. 17 ára. Hvort heilla þið meira strákar sem kunna dansa eða strákar sem kunna syngja? Heyrðu, ég verða eiginlega að syngja, en þú veist, það er ekkert verða að þið kunna dansa líka. Hell yeah, segir ég hérna, já. En ef þú væri með topp íþróttamann, topp dansar og topp söngvara og þú ættir að velja einn af þeim? Heyrðu, ég vil frekar, sko, topp söngvara, topp dansara eða heilmassaðan. Nei, topp íþróttamann, hann getur verið bestur í heim í fótbolta eða körfu eða eitthvað sliðis. Fótbolta, já, fínt, ég skal taka það, sko. Já, ég skal taka það. Þú veist, já, þú veist, ég er ekkert reið. Nei. Ef það myndi koma, sko, og bjóða mér þetta. Þannig að hérna, að það sem að heilla þig þá eru íþróttamenn og söngurar? Já, þú veist, dansarar eru fínt, skilur þú. Þetta heilla systur mína. Já. Systur mína mjög tapar þau, þannig að... En er ekki oftast þannig ef að strákar eru virkilega góður að dansa, að þá eru þeir ekkert enda að leita þessar stelpum? Já, en þú veist... Jú, ok, það getur auðvitað verið rétt. Já, veist, ef þeir eru svona rosalega góður. En svo, veist, ég vil ekki alhafa það, kannski einhverjir strákar sem er Íslandsmeistari í dönsum að hlusta á þáttinn og ég fíla sjálfur að dansa, mér er gaman að dansa eins og Jackson og svona, en það er ofta þannig að svona allir dansara sem eru til dæmis með Michael Jackson eða í hönnuð eitthvað, þetta er oft svona strákar sem að tala eins og stelpur og hafa gaman öðrum strákum, sko. Já, en þú veist, samt okkur, ég vil frekar söngvarana. Söngvarana, þú veist, gítar og söngur og það er góð. Ok, það svona í lokin, er einhver söngur hérna á Íslandi sem að heillaði meir en aðrir?
Þeir eru alveg nokkur, ég myndi segja... Hver kynþokkavílsti söngvari Íslands í dag? Jón Jónsson, ég verði eiginlega að segja það. Jón Jónsson, já. Stórkostlegur strákur. Hann er bara gullfællir. Herðu, takk aðeins að hringja. Herðu, takk sem leys, bæ. Ok, bæ. Já, sko, hringdu það stelpur, náðum mynd til stelpum og þær voru... Nei, það voru ekki báða samanlisar reyndar. Herðu, við ætlum að hringja í Ríhönnu hérna og gefa úr jóladagatali FM 957 eftir smástund. Vikunar á FM 957 er önnur þáttaröðin af Steindanum okkar sem inniheldur 8 þætti að drepfyndnum sketsum á samt bráðskemmtilegu aukaefni. Þá færðu þér fucking smákauka! Alla vikuna kynnum við þessa frábæru þætti fyrir hlustendum okkar. Spilum lög úr seríunni og gefum eintök. Fylgstu vel með og nældu þér í eintak af Steindanum okkar 2 sem er DFD vikunar á FM 957 og hana nú. Plata vikunar á FM 957 er Ingo, fyrsta sólóplata Ingo sem inniheldur 14 frábæri lög. Meðal annars Smellina Fanny og Með þér. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með og nældu þér í eintak af Ingo sem er plata vikunar á FM 957. Forever 21 er á outfit.is. Erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðarar 6 og Bæjarhraunið 12. Gefur þú bók í jólagjöf? Ertu kannski einn af þeim sem gefur 50 bækur í jólagjöf? Hættu þessu gaufi. Gefðu bókaverslun. iPad 2. Epli.is. Túborg kynnir vetratónleikaröð Túborg á Bar 11 þar sem efnilegustu hljómsveitir landsins koma fram í blandi stærstu hetjur bransans. Föstudagskvöldið 2. desember er það hljómsveitin Dikta sem tryllir líðin. Húsið opnar klukkan 9 og það er að sjálfsögðu frítt inn í boði Túborg og sá græni verður auðvita á svæðinu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Heitt kakó og belgísk vafla með rjóma. Ísasúkkulaði. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Kalkunabátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Gaukur og Stöng býður þér í 20 ára afmæli in memoriam. Framkoma Bootlegs, Bastards og Dark Harvest. Rokkið hefst klukkan 23:00, fritt inn. gaukurostöng.is. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Issu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú færð jólapakkan hjá símanum. Milljónirnar eru komnar í jólaskapið. Nú stefnir lottobátturinn í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Við opnum Kaffi Akureyri eftir gagngera breytingar og boðum byltingu á djamminu á Akureyri. Ævintýralega opnunarhelgi framundan. Fimmtudagskvöld, Matti Matt og Eyþór Ingi. Föstudagskvöld, Kvandalsbræður og DJ Svali á eftir. Laugardagskvöld, Rúnar F og sjálfur Blas Róka. Stanslaus stuð og alvöru opnunartilboð. Þessu missir enginn af. Nánar á kaffiakureyri.is. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Allt fyrir jólin í Bíkó. Úrvalið af aðventurljósum, jólaglöggaskrauti, jólatréskrauti og öllu til þess að skreyta heimilið hefur aldrei verið meira og verðið kemur svo sannarlega á óvart. Bíkó byggir upp jólastemminguna. Jólagjafahandbók Kringlunar vísar veginn. Ævintýralegt úrval, sniðugar hugmyndir og góðar gjafir. Kringlan í jólaskapi. FM 95 Blö er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan.
FM 95 Blö. Á FM 95. Já, ég höra hvað segirðu? Ég sé gott. Hvað ætlar að gera helgina? Það er, helgina, það er mikið með helgina, en í kvöld ætla ég að fara á... Já, ég er eitthvað heilt hvað það að gera helgina, ég meinti í kvöld. Ég er að fara á Úrillu Górullur. Ég er að fara að spila fíaskóspilið. Það er að fara að spila fíaskóspilið á Úrillu Górullunni? Já. Ná, ok. Það er Akkur ekki í heimahúsi? Það er bara eitthvað að spila á kvölda þarna og þetta er svo drullu gaman, ég ætla að mæta þarna og spila. Ná, ok, þá veit ég það. Það er spilað, er þetta bara þeir félagarnir, er þetta opið fyrir öllum? Ja, þetta er opið fyrir öllum, þetta byrjar klukkan 8, þetta er mjög sniðugt og skemmtilegt, þannig að ég hafa ekkert að gera í kvöld og komast ekki á eldhúspartí þá kíkja þarna. Akkurat, það er náttúrulega nóg um að vera, það er flöskudagur eða Thirsty Thursday eins og ég kalla þetta strákarnir, eldhúspartí í kvöld og fleira, en ég var að spá í að gefa núna þetta við erum endalaust að gefa í lok þáttar, hlutir sem að þurfa að komast út og þetta er það sem við köllum hvað heitir þetta aftur? Þetta heitir ekki eldús þetta heitir jólapakkin og ég er að fara að gefa jólapakka úr jóladagatali FM 957 og þá kom eitthvað lag núna Akkurat FM 957 Einmitt. Herðu, þá er þið komin í jóladagatali FM 957 og maður sjá, ég þarf að opna þetta við línuna FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, hvað heitir þú? Ég heiti Elisabeth. Elisabeth, herðu, þú ert komin í núna jóladagatal, nennir þú að gera eitthvað svona hjöppi, eitthvað svona, það er komin, nennir að búa til eitthvað svona, eins og þetta sé eitthvað svona leikur, velkomin í jóladagatal, eitthvað svona, segja eitthvað. Velkomin í jóladagatalið. Já, heyrðu það, Elisabeth? Já. Velkomin í það, herðu, nú á ég opna eitthvað pakka hérna, þú getur unnu hellinga eitthvað í stöfi. Já. Og maður sjá, þú lendir á pakka númer 1. Ok, það er pakki númer 1 frá Samfilm og það eru 3 DFD-myndir. Þú fær, kvikmyndina Transformers Dark of the Moon. Einn besta mynd í heimi. Captain America The First Avenger. Geðveik. Og Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Veit ekki með hana en hinn eru geðveikar. Besta Harry Potter myndir. Já, þannig að Elisabeth, þú ert búin að vinna þér 3 DFD-myndir hérna í jóladagatali FM 957. Takk fyrir það. Þú mátt koma alltaf bara á morgun og segja þetta. Það er frábært. En hvað heitir þú fullu nafni? Elisabeth Ósk Sverrisdóttir. Elisabeth Ósk. Glæsilegt. Það eru til aðmikið með þetta einhverna. Takk fyrir. Ok, bye. Bye. Já, þá erum við búin að gefa úr jóladagatali FM 957. Glæsandi. Glæsilegt. En hvað já, þú segir það, þú ætlar að spila bara fjarsko því að nú er eiginlega bara komið svona að lokum hérna hjá okkur í dag, Hjörvar. Er eitthvað sem að þú vildi ræða svona í lokin? Nei, nú leiðilegt að heyra hvað gengur illa hjá mínum umbúðs tónlistamanni, er í hönnu. Nú, gengur illa? Nei, hún lenti í 3. sæti þarna þetta var eitthvað mikilvægur mánuður til að vera efstur á Billboard listanum og Michael Bublé pakkaði henni saman og vinni mínir Nickelback líka. Já, ok. Hún var í 3. sæti með einhverja nýja plötu. Já, er hún ekki líka einhverju fjárhagsvandræðum? Hins ótrúlega og það hljómar, þá var hún blöng. Já, hvað ruglið það? En þú ert með eitthvað gemsanúmer á hana? Ég er með gemsanúmer á hana. Þú var bara að ringi hana? Já, aðtöða hvort hún sé blöng. Já. Það er maður sjá. Já. Það er með númerið hana. 821. Já, ég er með það. Sko, brandari hjá okkur sem var ekkert stórkastlega til að byrja með. Ég er í... Herrum aðeins inni. Já, þetta var að koma í... Nei, það er svo margir að syngja inn, ég geta ekki. Okay. Þetta er skemmtilegt. Ég byrst afsökur á þessu. Þú voru að fara undirbúið betur, kallið minn. Nei, ég get ekki undirbúið. Herðu, þú ert alltaf að skamma mig hérna. Það eru bara svo margir hringinn. Ég get ekki sett línunni í gang. Þú mátt ekki skamma mig fyrir þetta. Ég er kósreitur hérna. Það er gaman. Já, en allavega Rihanna, ef þú ert að hlusta, þá óskuðu þér allsins besta og ég efast nú að Rihanna sé fjárhagsvandræðum. Já, svo segja þér. En við Hjörvar þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag og vonandi eigið þið gott kvöld og gangi hægt gleðina dyr þeir sem eru á leiðinu og eldhúspartí FM 957. Takk og heyrjumst á morgun, kæru hlustendur.